Alveg öruggur sigur á toppliði Fjölnis. Við þurfum að vera ánægð með framistöðu stúlkuna í dag. Já, mér fannst við bara ekki vera nóg beittar í fjóruleikunda. Mér fannst við bara allt í einu fara að bakka frá þeim sem við ætluðum ekki að gera. En erfitt að vera með mikið mjög. Við vorum komið með þetta upp í 30 stig og ég hefði held til að vinna þetta með meiri mun, sko. Við vorum komnar svolítið meira fram úr fyrir fjóruleikundan heldur en þetta var svona eiginlega komið í vasan. Já. Verður þá til einhver værikærð hjá liðinu heldur? Ég veit það ekki. Það eru nokkuð með 29 síðast og nokkuð sem með 10 hérna í fyrsta leiknum. Þannig að við reyndum að fókusera á það að við þurftum náttúrulega að vinna upp ansi mikið mun. Þannig að markmið okkar var að vinna þetta stærra fyrst við vorum komið svo mikið yfir en svona er þetta. Fjölnir án Daniel Lísu hér í kvöld. Það er vantilega, létt ykkur verkið. Já, Daniel er alltaf frábær leikmaður og það verður ekki tekið af þeim að það munar minnaskilur. Þannig að auðvitað er það en ég meina, svona er þetta bara. Ég meina, við erum búin að spila án marga leikmanni í allan vetur og það er bara sérstaklega sætt það sem að Hákon aðstoðarþjálfari sagði eftir síðasta leik að munurinn væri bara þessi á liðunum. Þannig að spurði hann endilega út í þetta fyrir mig á eftir. Já, eftir síðasta leik þá sagði hann þá sagði hann að munurinn væri bara 30 stig en það er ágætt sveifla núna, spurði hann út í þetta fyrir mig á eftir. Talandi að missa leikmanni, þið hafið misst eins og segið með fullt af leikmannum úti á þessu tímabili og voru ennþá án leikmanna í raun og veru. Já, við höfum ekki spilað einn leik með fullan róster alla heila, sko. Þannig er þetta bara og það eru fleiri búin að vera í þessu heldur við. Það eru nánast allir búin að vera í einhverju meiðslavesinni eða COVID-vesinni eða eitthvað og það er engar afsakanir, bara áfram gang. Hvernig er staðan á hópnum eins og hún er núna? Það er bara allir þokkalega góðir en mismeittir bara. Það eru kempur. Hildur eru að koma inn í þetta? Já, það er bara damunur á henni og þú veist, það er bara erfitt, þú veist, þegar þú ert með svona höfuðmeiðsli, maður veit í raun og veru aldrei. Þú veist, einn daginn er hún góð og næsta bara getur hún ekki keppnisljósinn og lætin, sko. Við erum svona nokkur leiti verið að setjast í stein allavega hvaða fjögur liðið verða í þessum undanúrslitum. Hversu miklu máli skiptir að ná í heimavöldin í þessu? Mér finnst það bara skipta gríðarlegu máli, eins og ég sagði við stelpurnar, þetta er bara, þú veist, í okkar höndum að ná þessu fyrsta sæti. Ég meina, þú veist, þetta er skemmtileg deil. Hver einasti leikur er svo ógeðslega mikilvægur og skiptir svo miklu máli. Þannig að það skiptir gríðarlegu máli að ná heimavelli í úrslitakeppni ef við höfum möguleika á því. Frábært. Takk.